Fyrir sem að hefja þetta bara. Góðan daginn. Við bjóðum ykkur all hjartanlega velkominna til okkur á Kirkjusandinn. Ég heiti Kolbrún og er starfsmaður hérna hjá VFB. Námskeiði hjá okkur í dag mun fjalla viðskipti í Kauphöll og hvernig maður ber sig að við verðbréfaviðskipti. Þetta námskeið er hluti af samstarfi okkar við Kauphöllina, Naskar Investment og FKA, Félag kvenna í atvinnurekstri. Og hingað til okkar eru komin frá Kauphöllinni þau Kristrún Kristjánsdóttir og Finnbogi Rafn Jónsson og ætla þau að fræða okkur viðskipti í Kauphöllinni og bæði hafa þau mikla reynslu og þekkingu á íslenskum fjármálamarkaði. Ég vil bara benda á að þetta er allt saman tekið upp og er aðgengilegt á vefnum hjá okkur, vfb.is og einnig eru þau tilbúin til að taka við spurningum bara á meðan þau eru að fara yfir glærurnar hjá sér. Þannig að endilega ef þið hafið einhverja spurningar, þá bara beina þeim til þeirra og þá höfum við þetta svolítið líflega og getum svona munað eftir hverju við ætlum að spyrja að. Þá vil ég bara bjóða ykkur hjartanlega velkomin frá Kauphöllinni, Kristrún og Finnbogi og gjörið svo vel. Takk. Góðan daginn, eins og búin kom fram þá heiti ég Kristrún og með mér er Finnbogi. Við bæði vinnum á viðskiptasviði í Kauphöllinni. Þannig yfirskriftin er viðskipti í Kauphöll en ég ætla jafnframt bara svona sýningu hvernig markaðurinn virkar í heild sinni. Þarna það koma svona 4 markaðsaðilar að þessum ferli. Það er náttúrulega fyrst og fremst útgefendur og fyrirtæki sem gefa út hlutabréfin og skuldabréfin því að án þeirra náttúrulega verði ekki viðskipti í Kauphöllinni og síðan það náttúrulega fjárfesta til að fjárfesta í þessum gjörningum. Þeir þurfa síðan að koma viðskiptafyrirmælum einhvern veginn áleiðis þannig að það fyrir gegnum banka eða fjármálafyrirtæki sem við viljum kalla kauphallaraðila og síðan er það þá Kauphöllin sem tekur á móti þeim fyrirmælum og framkvæmir þessi viðskipti. En svona aðeins til að kynna okkur, við Kauphöllin er núna hluti af Nasdaq, þannig við heitum Nasdaq Iceland, búin að gera það síðan 2008. Verðbréfaþingið er stofnað 85, þannig við erum að fagna 30 ára afmæli í ár og það var stofnað af íslensku bönkum og Seðlabankanum sín tíma. Við urðum síðan partur af OMX 2006 sem var alla Kauphöllina í Norðurlöndunum, runnu undir þann hatt fyrir utan Oslo sem Nasdaq síðan kaupir árið 2008. Nasdaq er bandarískt félag og er skráð þar á hlutabréfamarkað og er eitt af stærstu kauphöllunum í heimi. Eins og við sjáum hérna í dálknum þá knýjum við 10. verðbréfaviðskiptum í heiminum, hvorki meira minna, og eigum 24 kauphallir samtals út víðan heim. Það sem Kauphöllin raunverulega gerir er að hún býður upp á þetta viðskiptakerfi þar sem viðskiptin fara í gegn og það notum við sameiginlegt viðskiptakerfi með hinum Norðurlandakauphöllunum og notast einmitt við samnorrænar reglur og samræmt eftirlit auk annarra þjónustu sem við deilum með okkur. Fyrir auðvitað viðskiptakerfi sem við bjóðum upp á þá erum við einmitt markaðsgögn líka sem við veitum út á markaðinn og einmitt erum líka með vísitölur sem við reiknum. Til dæmis OMX I8 úrvalsvísitalan okkar, það kemur frá okkur og líka heildarvísitalan ásamt mörgum öðrum vísitölum sem við reiknum. Líka skuldabréfavísitölum. En hvernig virkar markaðurinn? Ég ætla að byrja aðeins á útgefendunum eða fyrirtækjum. Það eru ýmsar ástæður fyrir því að fyrirtæki vilja fara á markað. Náttúrulega skuldabréfaútgefendur þeir eru náttúrulega bara að gefa út lán. Þetta er raunverulega bara lántaka eins og við myndum taka lán í banka. En fyrir hlutabréfaútgefendur þá eru svona kannski 4 megin ástæður fyrir því að þau vilja skrá sig á markað. Það er náttúrulega fyrst og fremst aukið aðgengi að fjármagni. Það veitir þeim fjölbreyttari fjármögnun og meiri fjárhagslega sveigjanleika að fara á markað. Síðan er það náttúrulega líka sýnileiki því að náttúrulega með upplýsingagjöf sem fyrirtæki verða að veita vegna skráningar á markað þá eykst umfjöllunin því það er bara einfaldlega meiri upplýsingar þarna úti og fjölmiðlarnir taka þetta upp, fjalla meira um það er auðveldara fyrir þá að fá upplýsingar um fyrirtækið og ímyndin eflist í leiðinni.
Þessi partur er einstaklega mikilvægt til dæmis í Ameríku þar sem er mjög stór markaður og fyrirtækin eiga erfitt með að koma sér framfæri, þá er þetta náttúrulega eitt af svona grundvallaratriðum fyrir þá. Þetta er kannski öðruvísi aðeins með Ísland þar sem við erum minni og það er fjalla meira almennt fyrirtæki. Síðan er það seljanleiki því að það er nú oft þannig að það eru kannski stóru hluthafi fyrirtæki sem vilja komast út, er kannski ekki almennt verð á fyrirtækinu, að þá með því að fara á markað þá búið að leggja verðmat á fyrirtækið og þeir eiga þá auðveldara með að selja kannski sinn hlut þegar líður á. Og síðan er það náttúrulega vöxtur að ef að fyrirtæki hugsa að stækka og fara yfir í samruna og yfirtökur þá er skráning á markað klárlega mjög gott fyrir það. Og til dæmis eins og Marel, okkar fyrirtæki sem við erum búin að vera með á markaði núna næstu yfir 20 ár, byrja sem lítið fyrirtæki okkur, nýtti sér Kauphöllina klárlega til að fara í yfirtökur samruna á erlendum mörkuðum og er núna eitt af stærri fyrirtækjum í Kauphöllinni 20 ára síðar. Síðan er þetta náttúrulega alltaf gott hvatakerfi til starfsmanna, ef þeir eiga hluti í fyrirtækinu þá er bara hvatið meira einfaldlega til að standa sig betur og gera fyrirtækinu að flottu fyrirtæki. Þessi fyrirtæki sem við erum að sjá komin á markaðnum undanfarið, það hefur verið í nánast öllum tilfellum útgönguleg fyrir eigendur. Það er að segja, og mjög mörgum tilfellum er bankinn einfaldlega að losa sína eign. Þannig að það er svona það sem hefur komið undanfarið. Síðan þegar kemur að fjárfestum, þá þurfa þeir náttúrulega að nýta sér þessu upplýsingargjöf sem að fyrirtæki veita á markaði því að þeir byggja sína ákvörðun klárlega bara á vel ígrunduðu máli með upplýsingargjöfinni. Og fjárfestaverndin, hún byggir fyrst og fremst aðgangi að þessum upplýsingum. Og í því felst munurinn að fjárfesta á markaði annars vegar og hins vegar í óskráðum bréfum annars vegar því að í óskráðum bréfum þá liggja þessu upplýsingar ekkert svo auðveldlega fyrir fjárfestum. Og að alla verðmætu upplýsingar þær verða að birtast opinberlega án tafar og samtílista allra til að tryggja jafnræði allra fjárfesta. Og þannig að þegar þið eru ákveðið að fjárfesta í ykkur þá bara þurfa að kynna ykkur upplýsingar sem liggja fyrir fyrirtæki. Það liggja náttúrulega fyrir ársreikningar, þið þurfa að birta ársreikningar hverju ársfjórðungi nema ef að fyrirtækin er á First North markaðnum þá er það 2 á ári. Og allar fréttatilkynningar liggja náttúrulega fyrir því að þurfa að birta allt sem er verðmætandi fyrirtæki þurfa þeir að birta samtímis og tafalaust. Og síðan náttúrulega eru bara aðrar upplýsingar stjórnarhætti og stjórn og stjórnendur og ýmislegt fyrirtækið. Og svo náttúrulega eru greiningar aðalega sem eru búin að fjalla vel fyrirtækin, þannig að það er til ýmsar greiningar fyrirtækin frá óháðum aðilum, þannig að það er ekki því til fyrirstjóra að geta tekið upplýst ákvörðun fjárfestingarnar. En fjárfestar, það er til 2 týpur af fjárfestum. Það er náttúrulega bara einstaklingar, bara eins og ég og þú, sem að geta fjárfest bara beint í hlutabrjöfum og skuldabrjöfum eða það óbeint í gegnum sjóði sem margir bankar eru að bjóða upp á. Og það er oft kannski svona auðveldari leið að fjárfesta og kannski dreifar áhættuna aðeins meira heldur en að taka einhverja ákvörðun að fjárfesta ykkur einu fyrirtæki til dæmis. En síðan eru það fagfjárfestar og það eru náttúrulega bara, eins og segir, lífeyrissjóðirnir okkar sem eru náttúrulega mjög stórir aðilar á markaði og er bara stærstu aðilinn á markaði raunverulega. Og síðan eru náttúrulega fjármálafyrirtækin og svo náttúrulega geta einstaklingar líka verið fagfjárfestar en að undangengnum mjög ströngu skilyrðum. Þeir þurfa að sanna sérþekkingu sína á markaði, þurfa að eiga eignasafnið á 80 milljónum held ég að sé. Þannig að þeir þurfa að gangast í gegnum skilyrði til að teljast fagfjárfesti. En hvað gerir maður ef mér langar til að fara að kaupa mér hlutabréf eða skuldabréf? Þá þarf ég náttúrulega að fara í gegnum fjármálastofnun. Það er ekki hægt að eiga, við fáum oft símtal til okkar Kauphöllina að mér langar til að selja eða kaupa, get ég gert það við ykkur. Það er ekki svo auðvelt. Það þurfa all viðskipti að fara í gegnum fjármálastofnun sem eru bara ykkar banki og önnur fjármálafyrirtæki, minni fyrirtæki. Og þeir hafa miðlara á sínum snærum þannig að þeir sjá að framkvæma viðskiptin. Síðan eru líka til netbankar eins og Íslandsbanki býður upp á, þá gætur, ef þú hefur aðgang á þessu netbanka, þá gætur raunverulega sett inn tilboð sjálfur inn eða selt. Þannig að bara
það þarf bara að byrja að ná sér þekkingu og fá ráðgjöf. Náttúrulega bara allir bankar eru með góða fjármálaráðgjöf sem geta aðstoða mann í þessu og sýnt okkur hvað er í boði. Og síðan er það bara að taka næstu skrefin, að miðlarinn framkvæmir viðskiptin og það þarf náttúrulega að eiga vörslureikning sem að bankinn bara stofnar fyrir ykkur sem að sem að geymir umvöðlega bréfin ykkar. En þegar búið að taka þessu ákvörðun þá er það viðskiptafyrirmæli sem þurfa að fara í gegnum annað bankann eða fjármálafyrirtækið. Þá erum við komin að þessum kaupendaraðilum sem við köllum. Kaupendaraðilar eru einfaldlega bara fjármálafyrirtæki sem að kaupendur búin að veita aðgang að markaðnum hjá sér. Þeir eru þannig með aðgang að þessu viðskiptakerfi sem að kauphöllin rekur. Kaupendaraðilar tekur þá við fyrirmælin frá viðskiptavinni og setur þá inn kauptilboð eða sölutilboð inn í tilboðbókina eða tekur besta fyrirliggjandi kauptilboð eða sölutilboð sem fyrirliggur inn í tilboðbókina. Við komum aðeins betur inn á þessa tilboðbóka eftir að sýna ykkur hvernig hún lítur út. Já, eins og það segir þá, viðskipti fara þá bara gegnum þetta miðlæga viðskiptakerfi sem að kaupendaraðilum tengjast og þeir geta átt viðskipti á tvenns konar hátt. Annars vera með því að eiga viðskipti í gegnum þessa tilboðbók, þar sem eru fyrirliggjandi kaup- og sölutilboð, eða þeir geta tilkynnt viðskipti inn á markaðinn. Það er oft kölluð símaviðskipti eða OTC viðskipti, over the counter viðskipti, þar sem að þeir eru búin að semja verð við til dæmis miðlara í öðrum banka eða eitthvað slíkt. Þeir eru búin að semja verð og magn, svo bara tilkynnt inn á markaðinn. Viðskiptin eiga sér stað þá utan tilboðbókar. Það eru 17 kaupendaraðilar á Íslandi og allir þessi kaupendaraðilar eru með miðlar á sínum snærum, mismunandi marga, en það er reglum samkvæmt lágmark að hafa minnst kosti 2 miðlara hjá hverjum kaupendaraðila og þessi miðlara þurfa að standast próf til þess að fá aðgang inn í kerfið okkur á kaupendil. En hérna sjáum við dæmi tilboðbók og ég man ekki einu sinni nákvæmlega hvaða dagsetning þetta er, skiptir engu máli. Þetta er Icelandair. Þetta í gær. Var þetta í gær? Já. Já, þetta er í gær. Þarna sjáum við vinstra megin, grænu megin, þarna sjáum við kauptilboðin. Þarna eru það sem að aðilar eru tilbúnir að kaupa og á hvaða verði og hvaða magni. Þannig að efsta fyrirliggjandi kauptilboð eru 2 milljónir bréfa á verði 21,5. Hægra megin, bláa megin, er svo sölutilboðin. Þar eru efsta fyrirliggjandi sölutilboð líka 2 milljónir bréfa á 21,7. Þannig að miðlarnir setja inn kaup- og sölutilboð fyrir hönd kúnna inn í svona tilboðbók. Og ef við segjum svo að þið eigið bréf í Icelandair og þið ætlið að selja bréfin, þá er tvennt sem hægt er að gera. Þið getið hringt í ykkar miðlar og sagt, ég ætla bara að taka hagstæðasta tilboð á markaðnum núna. Mér vantar bara peninginn, ég ætla bara að selja núna. Þá fyrir miðlarinn inn, tekur hagstæðasta kauptilboði, það sem þið eru að selja, og þá fáið þið verðið 21,5. Og það eru 2 milljónir bréfa í boði á því verði, þannig að þið gefnu það eða minna, þá ætti að geta fengið þetta verð. Síðan eru þið ekki sátt við þetta verð, þið viljið fá hærra fyrir hlutin ykkar. Það er alltaf lagi, þá hringi ég í miðlarinn og segir, ég er kannski búinn að kynna ykkur málið aðeins betur og hafa meiri tíma. Ég er tilbúinn að selja á einhverju öðru verði, 21,7, 21,8, 22 jafnvel. Og þá fer miðlarinn inn og setur inn tilboð fyrir ykkur á þessu verði og á því magni sem að þið viljið. Og munurinn á hagstæðasta kauptilboði og hagstæðasta sölutilboði köllum við verðbil. Verðbil skiptir mjög miklu máli í verðmyndun. Því þrengra sem verðbil því minni kostnaður er við að eiga viðskipti í hlutabréfunum eða tilboðbókinu. Segjum sem svo að þú er með hlutabréf þar sem að verðbil er 5%, sem mjög vítt, og þú þurfur að selja bréf í þessu hlutabréfi. Þú getur verið búinn að
taka alla ávöxtunin í burtu bara með því að selja vegna þess að það er svo gríðarlega mikill munur á kaup og sölu. Ef þú hefur keypt hann uppi og þú svo þarft að selja niðri, jafnvel þó að bréfið hafi hækkað, þá getur það streikað út meirihlutann af ávöxtuninni bara vegna þess að það er svo gríðarlega mikið verðbil. Þannig að þröngt verðbil skiptir mjög miklu máli í verðmyndun og skiptir gríðarlega miklu máli í seljuleika og því er rauninni bara einfaldlega minni viðskiptakostnaður. Svo er það dýptin í tilboðbókinni sem er svona hittatriði sem skiptir miklu máli í seljuleika og verðmyndun. En dýptin er rauninni bara hversu mörg tilboð eru á hvaða verðskrefi, hversu mikið magn er á því skrefi. Þannig að því fleiri tilboð sem er inni, því betra, því meiri dýpt. Og því meira magn sem er inni á hverju verðskrefi, eða verðleveli, svo við köllum þetta, ég veit nú ekki alveg íslenska orðið, að því dýpri er bókin. Þar af leiðandi að þá ættir að geta selt eða keypt stóran hlut á þess að hafa mikil áhrif á verðið. Síðan setti inn hérna mynd svona alltaf skyggnast inn í hugarheim miðlara sem er einfaldlega svona order entry gluggi. Þetta er rauninni bara þegar miðlarinn er að fara að setja inn tilboð fyrir ykkar hönd, til dæmis, þá opnar það bara svona glugga sem lítur einhvern veginn út eins og þessi. Þetta kemur úr viðskiptakerfinu sem Kauphöllin býður upp á, það er hægt að nota önnur tölvukerfi. Og það sem hann gerir er að hann sé bara flettilista hana, B eða S, það þýðir bara buy eða sell. Svo velur hann bara amount, eða magnið. Svo velur hann orderbók eða tilboðbók og það er oftast auðkynnin sem eru og þarna er Marel valið. Svo velur verð. Svo getur þú beitt á enter og þá er tilboð komið. Þetta er ekkert flóknir en það. Þú getur sett ýmis skilyrði á tilboðið og alls konar en það skiptir ekki mikið máli í þessu samhengi. Hann fer bara inn og gerir þetta. Það eru komin að viðskiptavakt en viðskiptavakt skiptir miklu máli með seljanleika akkurat út af þessum atriðum sem ég var að segja við ykkur, varðandi verðbil og dýpt. En að útgefendurinn átta sig á því að það verður að vera seljanleiki með hlutabréfið þeirra. Þannig að þeir gera samning við einhvern kaupendaraðila, stundum fleiri en einn, og í þessum samningi er bara kveðið á að kaupendaraðilinn gerir svokallað viðskiptavaki og hann skuldbindur sig þá til þess að setja inn kaup- og sölutilboð á öllum tímapunktum og hafa alltaf inni kaup- og sölutilboð. Það þýðir einfaldlega bara að sá sem á bréfin eða sem ætlar að kaupa bréfin, það er alltaf tilboð til staðar inn í bókinni þannig að hann getur farið inn eða út. Það er henni alltaf gefið að hann komist inn eða út. Og viðskiptavakt er henni til staðar með alla helstu eignarflokkar, hlutabréf og skuldabréf og vaktirnir eru reyndar misstórar, þar sem að skuldabréfamarkaðurinn er meiri fagfjárfestamarkaður en það kom betra í það eftir. En hlutabréfaviðskiptavaktir eru með öll helstu hlutabréfin og það er rauninni í samningnum er gert grein fyrir hversu mikið verðbil á að vera, hversu stór tilboðin er að vera. Þetta er náttúrulega eins og ég var að tala á, skiptir máli varðandi dýptina og seljanleikann út af verðbilinu. Þannig að stuttumáli, hvers vegna viðskiptavakt, það er bara að sjá til þess að móta þeirra sig fyrir hendi þegar það þarf að kaupa að selja bréf. Það eru komin af Kauphöllinni sjálfur. Það eru komin af Kauphöllinni. Við bjóðum upp á 2 markaði, A-markaðan og First North og erum með bæði hlutabréf og skuldabréf á sínhverjum. Það er náttúrulega munur á þessum 2 mörkuðum. First North markaðan er fyrir smærri félög til að koma inn á. Það eru aðeins svona minni umgjörð það, það er ekki eins mikil upplýsingaskylda, dreifingi þarf ekki vera eins mikil. Varðandi reikningsskil þá þurfa bara notast við íslenska reikningsskilastaðla en ekki þessa alþjóðlegu IFRS sem er kostnaðarsamt fyrir fyrirtæki. Þannig að þetta er auðveldur fyrir fyrirtæki að byrja á First North og síðan er náttúrulega oft sem að þegar fyrirtæki stækka þá flytjast þau yfir. En þetta er svona landslagið hjá okkur í dag í Kauphöllinni. Við erum með 19 félög, samtals að markaðsvirði 803 milljarða. Þar sjáum við þessi súla sýnir bara raunverulega vægi félagana í markaðsvirðinu. Össur, Marel og Icelandair eru náttúrulega stærstu félögin á markaði hjá okkur með 50% af heildarmarkaðsvirði.
og síðan koma hinn félögin á eftir. Við bættust 2 félög í Akureyri, Eik og Reiti fasteignafélög. En við settum okkur ekki við 90 félög, við teljum að 40-50 félög væri bara góð tala á íslenska markaði. Við vorum með flest 75 félög hérna fyrir allmörgum ári síðan, við heldum að reyndar að við náum ekki svo góðum fjölda. En 90 félög þá má eiginlega bara fara aftur til ársins 90 eitthvað, varðandi fjölda skráninga hvar við erum í dag. Þannig að við eigum smá í land. Meðal viðskiptadag með hlutabréf er 1,4 milljarðar íslenska króna. Ég veit ekki hvort það segir eitthvað mikið en og eftir hrunið þá voru kannski viðskipti um 200 milljónir. Þannig að við erum búin að, viðskipti búin að aukast gríðarlega núna undanfarið 8 árum. Þannig að þetta er alltaf réttri leið. En svona góður mælikvarði svona í samanburði við önnur lönd er markaðsvirði sem hlutfall af vergri landsframleiðslu. Núna í dag erum við með þetta hlutfall 40%. Víða erlendis þá er svona gott hlutfall 80-120% og yfir og við viljum endilega ná því þannig að við teljum svona að þetta hlutfall kring 80% sé ásættanlegt. Þannig að við þurfum að auka kannski markaðsvirði helming til að ná þessu hlutfalli. En af þessum 90 félögum þá er 3 félög skráð á First North og 16 á aðalmarkað. Varðandi aðgengi upplýsingum fyrir fjárfesta þá náttúrulega sýndi ég bara aðeins eina skjámynd af vefsíðunni okkar nasdaq-omexnordic.com því það er til alveg gríðarlegt magn af upplýsingum bara á netinu sem þið getur bara gengið í sjálf. Og einnig kelda.is og með svo Google Finance er með íslensku hlutabréfin ásamt náttúrulega öllum erlendum. Þannig að á þessari mynd sjáu þið til dæmis að helstu upplýsingar fyrirtæki er efst. Þið sjáu þetta náttúrulega, þetta er svolítið útskýrt þarna, en það er bara síðustu kaup, hægsta og lægsta verð yfir daginn, þið sjáu bara verðþróunina í grafinni yfir daginn, síðustu 10 viðskipti hægra megin niðri og svo dýpt tilboðbókar vinstra megin. Sambarlegt og Finnbogi var að lýsa fyrir ykkur áðan, þar sem að hagstæðasta kaup og síðustu tilboð er efst. Við sjáum við sjáum allavega 5 level eða 5 bil. Þannig að ef það væri fleiri þá sjáum við ekki fleiri en þetta er allavega upplýsingar sem allavega, sjá hvernig tilboðbókin lítur út. Það er mjög mikilvægt ef maður er að skoða einhvern fjárfestingarkost. Þá er það skuldabréfin en skuldabréfamarkaðurinn er aðeins öðruvísi en hlutabréfamarkaðurinn. Hann er rauninni meira en 2-falt stærri. Hann er 2000 milljarðar markaðsvirði á móti hlutabréfum sem eru 800 milljarðar. 174 bréf eru skráð. Það er kannski ekkert gríðarlega mikið með hversu stóran er markaðsvirði. En langstærstu bréfin eru ríkisskuldabréf og þessi HFF bréf Íbúðalánasjóðs. Það er að segja sem að Íbúðalánasjóður gaf út á sínum tíma. Ríkisskuldabréfin eru náttúrulega núna stærri og náttúrulega eins og þið þekkið þá er ríkið búinn að vera að fjármagna hallann allt frá efnahagshruni og það er svona fyrst núna þar sem að hann er byrjaður að gefa minna út nettó þar að segja. Síðan önnur bréf á markaði það eru alls kyns, það eru skuldabréf útgefin af sveitarfélögum og skuldabréf útgefin af fyrirtækjum, skuldabréf útgefin af bönkum og fjármálastofnunum. Við erum búin að sjá svona heldur aukningu í skuldabréfum útgefnum af fyrirtækjum og þá fjármálastofnunum. Fyrirtækjaskuldabréfamarkaðurinn er sá markaður sem nánast hvarf alveg í hruninu og hann er búinn að vera mun lengur en hlutabréfamarkaðurinn að rísa upp. Við erum búin að sjá mikið af þessum sértryggðu bréfum bankana sem þeir eru búin að gefa út á móti íbúðalánum til einstaklinga. En svona stuttu máli hvað er skuldabréf? Skuldabréf er náttúrulega bara lán gegn skuldayfirlýsingu. Útgefandi gefur út skuldabréf, það getur verið eins og segja, það getur verið ríki, það getur verið fyrirtæki, það getur verið sveitarfélag. Gefur út skuldabréf og heitir því að borga tilbaka upphæðina sem maður gefur út pluss vexti og verðbætur því að skipta. Og skuldabréf geta verið hvernig sem er, það geta verið löng, það geta verið stutt, það geta verið með fasta vexti, það geta verið með breytla vexti, það geta verið tengt vísitölu neysluverðs eins og við þekkjum og verðtryggt þar af leiðandi.
og þau geta verið með tryggð með veði í húsnæði, geta verið sértryggð eins og þessi covered-bréf bankana. Þannig að alls konar. En svo sem punkturinn er að viðskipti með skuldabréf fara sem sagt fram eins og með hlutabréf. Og þannig að ef þú ætlar að eiga viðskipti með skuldabréf þá rauninni gerir það eins og með hlutabréf og miðlarinn setur tilboð fyrir þig, en það hins vegar allt miklu stærra. Sem sagt meðal viðskipti á dag eru 6,6 milljarðar og meðan meðal viðskipti á dag hlutabréfum eru úr 1,4 milljarðar, svo Kristján benti á. Meðal viðskipta fjárhæð í einum viðskiptum á skuldabréfamarkaði er kannski einhvers staðar á bilinu 80 til 100 milljónir. Þannig að þetta er allt svona svolítið stærra í sniðum, en það er hins vegar sjáanleg viðskipti sem eru miklu minni og þá eru þessir almennu fjárfestar að verki en þessir fagfjárfestar eru í svona stóru viðskiptum. Og 96% viðskiptin eru með ríkisskuldabréf og íbúðabréf. Og ríkisskuldabréf eiga alveg langmest af því af öllum viðskiptum á markaði. Það er svona markaðurinn sem þegar maður heyrir að ávöxtunarkrafa er að aukast á skuldabréfamarkaði eitthvað slíkt, þá er það ríkisskuldabréf. Þá er að verðlagning á skuldabréfamarkaði. Það er svona aðeins flóknara en með hlutabréfin. Hlutabréfin eru bara verð og það er bara verð á fyrirtækinu. Skuldabréfamarkaði þá erum við með ávöxtunarkröfu, við erum með clean verð og við erum með dirty verð. Ávöxtunarkrafa er rauninni það sem skiptir fjárfesta öllu máli. Það er ávöxtunarkrafa sem fjárfesturinn horfir á þegar hann er ákveðið að kaupa skuldabréf. Ávöxtunarkrafa er rauninni bara sú ávöxtun sem fjárfesturinn gerir kröfu á markaði, árlega ávöxtun ef hann heldur skuldabréfinu til loka gjalddaga. Þannig að ef segjum sem svo sko bara einfalt skuldabréf sem það getur verið 3 ára, það greiðir vexti einu sinni á ári, bara áramótin. Vextir á því er rauninni 4% og kaupir bréfið á einum. Þú færð árlega vexti 4%, þá er ávöxtunarkrafan á því bréfi 4%. Eins og þú kaupir bréfið á undirverði, kaupir á minna en einum, þá er ávöxtunarkrafan orðin hærri. Og það er þetta neikvæða samband milli verðs og ávöxtunarkröfu sem hann vill aðeins að tala betur á eftir. En hins vegar ávöxtunarkrafan er það bara svo krafa ávöxtun sem fjárfestir gerir á árlegum grundvelli ef hann heldur bréfinu til loka gjalddaga. Það er rauninni ekki það sem er verðlagt á markaði. Það er að segja að miðlar setja ekki inn ávöxtunarkröfu inn í viðskiptakerfið. Þeir setja inn svokallað clean verð, hreint verð. Það er bara verð sem er án allra áfallinna vaxta og verðbóta. Þannig að ef þú rauninni, bara hvað eru áfallinna vextir og verðbætur, og ert með þetta einfalda skuldabréf sem er bara, það getur verið 3 ára, það greiðir vexti einu sinni á ári, ekki verðtryggt, bara til að hafa þetta einfalt. Greiðir vexti einu sinni á ári, alltaf á áramótin. Síðan kaupi ég skuldabréfið og ég er búinn að eiga það frá því að var gefið út í bréfa hálft ár. Ég er búinn að eiga það vexti sem eru búin að tikka það í hálft ár, þessi helmingina af þessum ársvöxtum. Ég er eins og ekki búinn að fá það að greidda í vasan vegna þess að þeir eru bara greiddir einu sinni á ári. Síðan sel ég bréfið á markaði, á einhverju verði. Aðeins sem kaupir það, hann greiðir mér hreina verðið, en hann verður hins vegar að bæta mér upp þá vexti sem að ég var búinn að eignast meðan ég átti bréfið, þetta hálf ár. Þannig að þá greiðir hann hreint verð, clean verð, pluss áfallna vexti. Og þetta rauninni dirty verð, verðið sem er bara clean verð, pluss áfallna vextir og verðbætur úr því að skipta. Það er rauninni svona þetta uppgjörsverð. Þannig að ef þið kaupið skuldabréf og fáið kvittur frá bankanum ykkar, þá er það uppgjörsverðið sem þið borgið. Hins vegar kemur clean verðið fram sem verðið á markaði, vegna þess að áfallnir vextir, það er vitað út líftíðan hvað þetta er, þau skipta engu máli. Það sem er búið að hreyfa bréfið, bara framboð, eftirspurn, vextir í þjóðfélaginu og allar þessar þjóðastærðir, það kemur áfallnir vöxtum ekkert við, þeir tikka bara á bréfið. Eins ef bréfið er verðtryggt, þá tikkar bara verðbólgan.
við vitum að verðbólgutölur eru gefnar út einu sinni í mánuði og þetta bara svona tikkar á bréfið. Þannig að þessi mynd hérna er rauninni tekin bara úr yfirliti frá okkur. Þarna sjáum við þessi óverðtryggðu ríkisbréf hérna fyrir neðan. Og þetta er tölunar því það bara mismunandi tímalengd, það er að segja hvenær er falla lokagjald, það er IP16, þetta er 2016. Svo er það 17, 19, 20 og alveg upp í 2031. Og þá er viðskiptaverðið, þá er það þetta clean verð, þetta er verð án áfallinna vaxta. Þannig að ætla að kaupa til dæmis á þessu verði, ef þið kaupið 2019 bréf hérna á 107.06, þá borgið í rauninni það plúst áfallinna vexti sem eru búin að falla á bréfið frá því síðast voru greiddir út vextir. Ok. Síðan er það þetta neikvæða samband verðs og ávöxtunarkröfu sem ég nefndi áðan. En ef verð á skuldabréfi hækkar þá lækkar ávöxtunarkrafan. Og hvernig má það vera? Ef rauninni, sko, ef við tökum bara dæmi með að fjárfestir sem hann er tilbúinn að kaupa bréf, 7 ára bréf, sem eru ávöxtunarkröfuna 6%. Hann er tilbúinn að fá 6% ávöxtun á ári til 7 ára ef hann ætlar að halda bréfinu til loka gjalda. Síðan gerist það að Seðlabankinn hækkar stýrivexti. Þeir hækka hann bara 0,5%, eitthvað svoleiðis. Þar með að hækka allir vextir, allir grunnvextir, það sem að grunnvextir í rauninni í hagkerfinu að hækka, það hækka allir vextir að sama skapi. Þannig að allir vextir eru búin að hækka, þá fjárfestirinn er þá ekki tilbúinn að borga sama verð fyrir 6% árlega ávöxtun í 7 ár og hann var áður en allir aðrir vextir hækkuðu. Þá eru aðrir sambærilegir fjárfestingakostir orðnir ódýrari og getur fengið meiri ávöxtun fyrir þá. Þar af leiðandi verður verðið á þessu 6% ávöxtunarkröfu að lækka og þar með hækkar ávöxtunarkrafan. Ok. Sko, það er rauninni hægt að útskýra þetta líka bara með skuldabréfi sem ber enga vexti. Tökum það alveg út. Bara, þú kaupir skuldabréfi fyrir 1.000.000, ef þú ætlar að fá 4% ávöxtun á þessu bréfi til 30 ára, segjum sem svo, þá verður hann náttúrulega að kaupa það undir 1.000.000 og náttúrulega að byrja neðar. Og því neðar sem hann ferð, því hærri verður ávöxtunni. En hvað hefur þá áhrif á verð skuldabréfa? Það er náttúrulega fyrst og fremst framboð og eftirspurn sem hefur áhrif á alla fjármálagerninga og alla vörur, eins og við þekkjum. Síðan er það þessi þjóðhagslegu stærðir sem hafa áhrif á skuldabréfin, ólíkt því sem er með hlutabréfin. Hlutabréfin er meira atvinnugreinin sem fyrirtæki er í og hvernig fyrirtækinu vegna og svo framvegis. En þarna er meira þjóðhagsstærðirnar og hvernig gengur í þjóðfélaginu, verðbólga, stýrivextir og svo framvegis. Þannig að hvernig staðan er á ríkisskuldabréfamarkaði, hún segir svolítið skemmtilega frá hvernig staðan er svona í hagkerfinu. Ég tók sett upp mynd hérna sem sýnir bara þetta er ávöxtunarkröfu á öllum þessum óverðtryggðu ríkisbréfum frá áramótum. Þið sjáu þróunina, ávöxtunarkröfan er að hækka, það þýðir að verðið á þessum bréfum er að lækka. Þá veltum við fyrir sér, ok, hvað er búið að gerast á árinu frá áramótum? Sjáum að það taka svolítið dump upp þarna kringum mars og apríl. Þá er akkurat það tímabil cirka sem allt fyrir hnút á vinnumarkaði. Mikið talað verkföll, verðbólga byrja að fara af stað aftur. Mikið talað að vera mikla launahækkanir, þá fyrir verðbólga af stað. Ef verðbólga fyrir af stað, hvað gerir Seðlabankinn? Hann hækkar vexti. Þetta eru greiningaraðilar búin að tala allir. Þannig að þetta sýnir svolítið þróunina sem búin að vera í ár. Já, þannig að núna eru þið búin að taka ákvörðun hvort þið ætla að kaupa hlutabréf, skuldabréf eða jafnvel bæði bara til að dreifa áhættunni. En þá er ekki öll samsvæði því að uppgjör þarf að fara fram á þessu.
og verðbréfauppgjörskerfi Nasdaq verðbréfamiðstöðvar, hétt áður verðbréfaskráning, en voru að breyta nafn bara núna í vikunni, heitir Nasdaq verðbréfamiðstöð. Þau annast frágang hlutabréfa og skuldabréfa og þau eru með svona miðlæga skráningu rafrænna bréfa fyrir útgefendur á íslenska markaðnum. Og uppgjör einfaldlega felst í því að rafrænu verðbréfin eru að flytjast frá seljanda til kaupanda og peningagreiðslur eru að flytjast frá kaupanda til seljanda. Og viðskiptin alltaf gerð upp 2 bankadögum eftir viðskipti og heitir við köllum þetta T+2. Og síðan tilkynnir verðbréfamiðstöðin, hún tilkynnir Seðlabankanum að uppgjöri sé lokið og þá flytur Seðlabanki fjármuni af uppgjörsreikninginu frá annað kaupanda og yfir til seljanda. Og þá erum við bara hringnum lokið og þar með okkar fyrirlestri líka. Þannig að ef þið hafa ykkur spurningar þá Endilega erum við spurningar. Ein spurning, hvernig myndast klínverð á verðtryggðu skuldabréf? Já, við erum að endurtaka spurningan þar sem við erum í myndavél. Spurningin var hvernig myndast klínverð á skuldabréfamarkaði. Það er á verðtryggðum. Það er rauninni ekkert flóknara ef bréfið er verðtryggð þannig séð. En hins vegar þá hefur verðbólgan og verðbólguþróun og væntingar markaðsaðila til verðbólgu náttúrulega miklu meiri áhrif á þessi bréf. Verðtryggt ríkisskuldabréf og þessi verðtryggð bréf sem Íbúðalánasjóður, segjum sem svo að ég sem fjárfestir, ég væri hræddur að verðbólga væri að fara á böndunum, kannski í kjölfar vegna þess að hann út á vinnumarkaði og svo framvegis, þannig að ég sé fram á mikla launahækkanir umframrunni það sem kannski er boðlegt, á þess að ég viti nákvæmlega hvað það er, það ætla ekki að fara að tjá mig það, en þá náttúrulega gerir það fyrir að verðbólga fara af stað og náttúrulega hækkar verðið á þessum bréfum. Þá myndi ég frekar kaupa mér verðtryggt skuldabréf fremur en óverðtryggt skuldabréf. Þá hækkar verðið á verðtryggða bréfinu og lækkar á óverðtryggða. En þetta tvinnar svolítið saman hvort þessi óverðtryggt eða verðtryggt. Segjum ef það er bara gefin út vísitala neysluverðs sem er gefin út á Hagstofunni mánaðarlega. Hún er miklu hærri heldur en að markaðsaðilar byggust við. Það er miklu hærri verðbólga. Þá hlaupa allir fjárfestar í að kaupa verðtryggð bréf og selja óverðtryggð bréf. Þá rauninni færðu bréfið áður en það fer upp í áður en nærun jafnvægisverðið sem á að vera. Því við vitum að verðtryggða bréfið er að fara að hækka. Þannig að en á móti kemur að óverðtryggða bréfið hins vegar að fara að lækka. Vegna þess að það er ekki tengt við verðbólgu. Þannig að þetta tvinnast rosalega mikið saman. Framboð og eftirspurn og stýrivextir og verðbólga og allar þessar þjóðhagsstærðir sem eru við mælum. Já. Allir sáttir? Þá vil ég bara þakka fyrir okkur. Já, bara. Takk fyrir að koma. Takk hérlega. Hvað voru